Já, góðan daginn, það Ronald hér aftur og nú komin í kafli 4. Þetta fyrsti hluti af honum, það sem að tala svolítið Newton og lögmann hans. Byttum við. Efnisatriði eru þess að það stendur hérna fyrsta lögmann Newtons, annar lögmann Newtons, þriðja lögmann Newtons, ég veit að við erum eftir að rugla þessu saman. Þetta bara svona meira að minna efnis yfirlit, þetta bara svona yfirlit, það sem við ætlum að fara að tala og kraftur og massi og þyngd og alls konar svona dót. Þetta eiginlega bara svona fyrir ykkur til þess að renna yfir og lesa. Ég ætla að byrja bara að hoppa yfir nokkrar glærur. Þetta bara framhald af því efnisatriðinum. Og byrjum hérna á þessum sem heitir kraftur. Kraftur eitthvað sem við erum búin að nota svolítið en ekkert kannski búin að skilgreina nákvæmlega. Við annarkvæmst togum eða ítum á kraftum eða ítum einhverju kerru, það þurfum að beita krafti til þess. Og þegar kraftur beittur á eitthvað þá, hvað gerist þá? Þegar við togum eitthvað þá kannski hreyfist hann. og hérna við höfum líka mælt, við höfum notað svona svipað gormvog, þar sem að kraftur mældur og hann mældur einmitt í Newtonum, einingin Newton. Og hérna sjáum við, þetta kannski ekkert merkilega glæra, en ég ætla að koma tilbaka á þessu glæri einmitt á eftir. Þetta svona, leikur svona smá lykil hlutverki. En fyrsta lögmál Newtons oft kallað tregðulögmálið og sem þýðir að ef engin kraftur verkar á hlut, þá helst hreyfing hans óbreytt. Kyrrstaða jafnvel, eða hraðin jafnvel. Þetta þýðir eftirfarandi. Ef engin kraftur verkar á hlut, og þá meina ég ekki sé bara alls engin kraftur. Það oftast alltaf einhver kraftur sem verkar á hlut. En þegar ég segi engin kraftur, þá á ég við engin lokakraftur. Hvað þýðir lokakraftur? Og það þýðir þetta hérna niður. Þetta hérna summa, þetta er sigma á grísku. Þetta tákn fyrir summu. Og þetta sigma F þýðir bara summa allra krafta. Það er saman sem 0. Sem þýðir til dæmis þessi bók hérna. Ef ég íti á þessa bók, þetta er þung og mikil bók, sem liggur á borðinu, en íti samt ekki nógu mikið, þá einhver annar kraftur hérna sem heitir núningskraftur, sem að spornar við því að bókin hreyfist. Þannig að það annar kraftur hérna til hægri, og þessi kraftur bara jafnstór og þessum kraftur F sem ég að beita á bókina, þannig að hún hreyfist ekki. Það kraftur hér, það kraftur hér, það jafnvel þyngdarkraftur sem niður og annar kraftur upp sem heitir þverkraftur, en þeir eru allir jafnvægi, þeir eru allir jafn stórir og núllast allir út. Þannig að það engin lokakraftur, og ef það ef engin kraftur verkar hlut, það engin lokakraftur verkar hlut, þá helst hreyfing hans óbreytt. Það þýðir að ef hann kjur, þá heldur hann áfram að vera kjur. En þetta þýðir líka að ef hlutur á ferð, á einhverjum hraða, þá helst hann líka á þessum hraða. Það þarf kraft til þess að hægja á hlut og það þarf kraft til þess að auka hraðan á hlut. Það er það sem þetta að segja. Þegar krafturinn 0, þá þetta hraðinn fasti, kannski 0, eða minnst þá hröðunin 0. Munið hvað hröðunin hún breyting á hraða, og ef hún fasti, þá engin breyting á hraða, þá hröðunin 0. Það þetta sem það þýðir. Summa allar kraftar 0 þýðir að hröðunin 0. Við komum tilbaka örugglega á þessu glæru einhvern tímann, eða allavega þetta. Þetta alls konar svona kraftamyndir og ég ætla ekki að þreyta ykkur með þessu. Hérna til dæmis þessi neðst til hægri voru svipuð svona eittir tilraun sem að þið eru kannski jafnvel búin að gera, sem eiga eftir að gera hana, sem bíll hérna á borði og það eitthvað lóð sem að dregur, það eitthvað kraftur hérna í þyngdarkraftur sem að togar þetta band og bandið togar þá í hérna hlut og hann vill að fara af stað. Og það þetta að flækja þetta, það þetta að hafa svona skápborð með svona lóð eða bara einn hlutur á skápborði, vill það renna niður og alls konar, og þetta svona trissuhjól líka. Og við erum eftir að tala svolítið þetta, alls konar svona myndir, ekki kannski allar þessar en svona hvernig hegða sér hlutir undir kröftum. Þetta er textin sem ég ætla bara að biðja ykkur að lesa, ég ætla að hoppa yfir. Og munum til dæmis hérna, massi er ekki
það er sama þyngd. Í eðlisfræði þegar ég segi þyngd, þá er ég að tala kraft. Þyngd er kraftur, það er þyngdarkraftur þá. Og hann er þá, samkvæmt jöfnublaðinu, m sinum g. M er þá massin, hann er í kílógrammum, og g er þá, 9,8 rauninni bara, þyngdarhröðunin. Og þá er einhver massi sem er þá 100 kíló, hann myndi að hafa þá þyngdina 100 sinnum 9,8. Eða, sem sagt, 980 Newton verða það þá. Ok. En þetta er einmitt annað lögmál Newtons, mjög einföld jafna og sumir sem einmitt fóru í þessa tilraun með hröðun hafa kannski fjallað eitthvað þessa jöfnu hér. Þetta er svolítið mikilvæg jafna. Kraftur, mjög einföld, kraftur eða lokakraftur er massi sinnum hröðun. Þetta er mjög einfalt. Very simple. It's simple. We kill Batman. Þá er, þessi píla hérna þýðir þetta sé vegur. Að krafturinn er vegur hefur einhverja stefnu líka og hröðunin þá líka og hefur sömu stefnu og krafturinn. Og þegar við notum SI einingar sem það þýðir, við notum sekundur, við notum metra, við notum kílógramm, þá er krafturinn í Newtonum. Það er að segja, ef við margföldum saman kíló og metrar og sekundur í öðru veldi, þá er það 1 Newton. Þannig er Newton skilgreint, það er 1 Newton er 1 kíló sinnum metrar á sekundur í öðru veldi. Það er sama á 1 Newton. Þannig ef við erum með massa sem er 1 kíló þungur og ég vil gefa hann röðun 1 metr á sekundu í öðru veldi, þá þarf ég 1 Newton til þess. Það er það sem þetta er að segja okkur. Sýnidæmi. Hér er einhver bíll á 100 km hraða og hann hægir á sér og ég spyr hvaða kraft þarf til að stöðva hann. Massan er gefin 500 kg. Stöðva hann úr 100 km hraða í 0 á 55 metrum. Nú klóra sér allir á hausnum og sagði, já, ok, hvernig er þetta gert? Við þurfum fyrst að finna hröðunina. Og það er hægt að gera. Við munum, núna kemur sér góða það sem við lærðum daginn. Hérna hreyfi jöfnurnar á þetta. Engin tími er gefinn, þannig við notum tímalausu jöfnuna. Og síðan notum við þar og eftir þessi hérna jöfnu, annar lögmál Newtons. Þetta er tímalausa jafnan. Og við vitum lokahraðan, hann er 0, þannig 0 kemur hérna inn. Upphafshraðan hann er 100, þannig kemur hérna inn. Munum að deila með 3,6 áður en við setjum þetta í annað veldi. Og svo gerum við þetta 2 og A erum við að reyna að finna og S-ið er þá þessi 55 metrar. Einangra fyrir A. Ég vona að það kunna allir, þetta færist yfir mínus, svo deilum við með 2 og deilum með S-ið. Þannig að það verður svona, A er þá þetta. Setja alltaf tölur inn. 100 km klukkstund kemur deilist með 3,6 eins og sagði. Það í öðru veldi og 2S er 2,55. Þá fæ ég hérna hröðun upp á 7,1 metrar á sekundu í öðru veldi og það er í mínus. Mínusin þýðir bara að það sé að hægja á sér að þekki. Það segja eða, með öðrum orðum, að hraðinn hann var jákvæður til hægri, en hröðunin er raunverulega á móti bílnum, hann er að hægja á sér og þá er hröðunin sem mínus. Notum þetta A, þessa hröðun og setjum inn í þessa jöfnu og þessi massi er gefinn sem 1500 kg og þá fáum við út að þetta samsvarar 11.000 Newton, þetta er búið að setja upp í staðalform, þá þarf við 11.000 Newton til þess að stoppa hana bíl á þessum hérna á þessari vegalengd. Hann er mínus líka, það þýðir bara þessi mínus þýðir ekkert annað en það að krafturinn hann er til vinstri. Hann er á móti stefninu, er á móti hreyfingunni. Annars var hann ekkert að stoppa bílinn, annars var hann að auka hraðan. Ef þessi væri plús, þá náttúrulega er kraftur sem virkar á bíl sem er með hraða í sömu stefnu, það bara aukur að hraðan. Í stað fyrir að bremsa hann. En ég er að bremsa hann, þannig að það er mínuskraft til þess. Þetta er mínus 11.000 Newton. Hérna
þá þriðja lögmál Newtons. Það þetta svo kallega áttak sem gagntak, sem þýðir ekkert annað en ef ég tek svona hend og þrýst hana á borðið, þá ger ég það með ákveðnum krafti. Þessi hérna sami kraftur, borðið að ýta hendina mína líka með sama krafti. Þessi tveir kraftar hérna eru jafn stórir. Krafturinn sem virkar úr borðinu á hendina eða krafturinn sem kemur úr hendinni á borðið. Þetta er sami krafturinn sem eru bara jafnvægi í rauninni. Og eins þessi hérna stelpa, hvað maður kalla hana, þetta er skautastelpa hérna bara. Og þetta er svo hérna, hún Karitas finnst mér. Hún að ýta, hún rennur að, hún heldur sig fast í vegginn. Þegar ýtir á vegginn, þá ýtir veggurinn á hana tilbaka með saman krafti. Þetta er þriðja lögmál Newtons. Sjáðu, þetta ruglaðist ég sjálfur. Þannig að en málið er ekkert að vita hvað er fyrst og hvað er annað, hvað er þriðja, heldur málið er frekar að þekkja lögmálin og kunna að beita þau. Hérna er svona eldflaugar, á hverju fer eldflaug upp? Hvað er það sem að veldur því að eldflaug fer upp? Það er akkurat þetta hérna að það brennur gas sem þrýstir gasinu út, en þegar gasið er að þrýstast út, sem að brenna, að þá er gasið að þrýsta á móti líka með saman krafti. Þannig að eldflaugin fer upp með þeim krafti sem að þessi þrýstikraftur frá gasinu. Þannig virkar svona eldflaugar. Þetta er ekkert annað en þriðja lögmál Newtons. Og hér er raunverulega það sama að hérna við notum núningskraftur til þess að ganga, og láréttukraftur sem kona verkar á gólfið er sami kraftur og láréttukraftur sem gólfið verkar á konuna. Þannig að gólf, kona og kona gólf, þetta þýðir það K og G. Og þetta er sami kraftur með mínus formerki hérna, vegna þess að þessi kraftur eru í mismunandi stefnu. Þyngdarkraftur, sem ykkar eru búin að nota svolítið í tilraunum nú þegar, en við skilgreinum þyngdarkraft sem massan sinni G. Ég sagði þetta líka áðan, hérna svona bara fín formúla fyrir því. Munið þið hérna að almennt að þá er bara F saman sem M sinnum A, en þá A er þá bara G runni með þyngdarhröðunin, þá er þetta líka þyngdarkraftur. Og G getum við bara nota sem 9,8. Já, engin heildarkraft verkar hlut í kerstöðu. Ef hlutur í kerstöðu þá vitum við að lokakrafturinn eða heildarkrafturinn er 0. Þannig að ég var einmitt að minnast á áðan, þennan hérna N, mér þykir vont að þetta sé N hérna, ég vil að þetta er normal force á ensku, en ég hef kallað þetta á íslensku þverkraft, þannig ég kallað þetta F þver, á að standa hérna F þver. Þannig að Abraham Lincoln hérna styttan á honum, hann með þyngdarkraft sem heitir bara FG, þyngdarkraftur. Ég kalla hann oft líka bara F þyngd í formúlublaðinu eða á glærunum mínum. Þannig að F þyngd virkar niður og þverkrafturinn virkar þá frá borðinu tilbaka á gaurinn. Og þessi tveir kraftar verða bara jafn stórir. Þannig að ég vil ekki summa allra krafta, þá tek ég þennan kraft pluss þennan og þeir eru saman svo 0. Og þeir eru jafn stórir en vísa í mismunandi átt. Og ef þeir eru vigustærðir, þá núllast þetta út. Þannig að þetta er sem normal force, þetta er þverkrafturinn sem ég var að segja, og hann er nákvæmlega jafn stór og hluturinn, þyngdarkrafturinn og hluturinn. Hérna skulum við skoða smá sýnita. Ég vona að þetta sjáist nógu vel, mér sýnir þetta svolítið óskýr mynd. Ég vona að sjá þetta betur á hérna í bara vinnubókinni eða eitthvað þar. Hérna er afmælisgjöf sem þið fékkst og hún vegur akkurat 10,0 kg. Og þá spyr hver er þyngd og þverkraftur gjafarinnar. Hún liggur á borðinu, hver er þyngd og þverkraftur gjafarinnar. Skulum bara lesa eitt dæmi, eitt lið í einu, leysa hann og taka svo bara næsta. A-liður. Þá er þyngdarkrafturinn, þyngdin
þá massin sinnum G, M sinnum G. Og massin 10 kíló og G 9,8. Þannig að þetta kemur svona. Við þurfum að finna þyngdina, það að segja þyngdarkraftin. 10 sinnum 9,8, 98,0 Newton. Þá erum við búin að leysa A-lið. Þyngdin 98,0 Newton. Ég ekki búin að leysa það vegna þess að það vantar þverkraftin. Það vantar þverkraftin, en ég get sagt að þverkrafturinn hann hérna upp, sem sagt, frá borðinu og á kassan. Þá raunar hann sem að stoppa til þess að hann að hindra kassan til að falla niður. Hann ekkert að detta niður af því að borðið að halda honum með einhverju krafti. Og það þessi þverkraftur. Og hann jafn stór og M sinnum G. Af því hann liggur á borðinu og hreyfist ekki. Það bara málið. Samkvæmt öðru lögmáli Newton sem summa allar krafta 0 sem þýðir að þessi kraftur verða að vera jafn stórir. Ég segi, og það mér þykir mjög, við getum annarkvæmt sagt að F þver plus F þyngd saman sem 0 og sagt, ok, þá F þver saman sem mínus F þyngd og eitthvað svona. Við skulum frekar horfa á svona tölugildi. Mér þykir skemmtilegra að gera eftirfarandi. Horfum á alla krafta sem eru upp, þeir verða að vera jafn stórir og allir þeir sem að vísa niður. Þannig F þver það sama sem F mg. Ég ekkert að segja mínus, F þver ekkert mínus 9,8. Ég nenni því ekki, vegna þess að ég búin að sýna stefnuna. Það skiptir ekkert máli hvort ég sé að setja hérna mínus fyrir framan eða ekki. Fattið þið mig? Það skiptir eiginlega bara máli ef að ég veit ekki, ef ég ekki búin að sýna stefnuna. Ég veit ekkert hvert stefnan eða þú veist. En ef ég búin að teikna hana með pílu, þá nóg að skrifa stærðina á henni. Það ekkert að skrifa mínus. Ok, tökum bara bélið. Ef ítt niður á gjöfina, þá kemur ykkur hendina og þrýstir niður með krafti sem 40 Newton. Hver þá þverkrafturinn? Hérna sjáum við að nú búin að bætast við einn kraftur, þessi hérna 40 Newton frá hendinni. Og þá gildir eftir sem áður að kassin ekki á hreyfingu. Afmælisgjöfin stendur ennþá á borðinu. Og þá verður eftir sem áður að allir þessi kraftar að vera 0. Þeir verða að nullast út. Það að segja allir kraftar sem vísa niður verða að vera jafn stórir þeir sem vísa upp. Þessi hérna mg óbreyttur. Þessi bætist bara við. Þegar við höfum mg plus 40 verða að vera jafn stór og þverkrafturinn. Þannig að þverkrafturinn bara stækkar rauninu 40 Newton. Hann stækkar bara 40 Newton. F þyngd og 40 Newtonin eru þeir sem vísa niður. Þverkrafturinn sá sem vísar upp og þeir verða jafn stórir. Þessi þyngdarkraftur hann var bara 98. Bætum þessu við og þá finnum við þverkraftin. 138 Newton. 138 Newton. Og þetta ætti að vera ekki 0, bara 3 markmistafir. Nei, þetta alveg rétt. Þetta plúsa. Þá þetta bara sama aukastafur. Sorry. En 138 Newton. C-liður, nú togað. Nú toga ég hérna upp með krafti 40 Newton, hver þá þverkrafturinn. Og eftir sem áður þá verður þetta þessi jafnanema núna kemur hérna mínus. Af því að allir sem að vísa upp það þverkraftur plus þessi 40 hérna. Það saman sem M sinni G. Þannig ég færi hann hérna tilbaka yfir til að einangra fyrir F þver. Og hann þá F þyngdarkrafturinn mínus 40. 98 mínus 40 Newton. Saman sem 58 Newton. Þannig að þverkrafturinn alltaf breytast eftir því hvort ég að þrýsta eða toga eða gera eitthvað. Ok. En ekki liður viðbót? Nei. Það annað sýnidæmi bara. Hvað gerist ef togaði með stærri kraft en þyngdarkraft? Til dæmis 100 Newton í stað fyrir 40. Nú toga ég hérna með 100 Newton og það stærri heldur en 98. Hvað gerist núna? Hvað gerist?
tikk-takk, tími búinn, nei, djók. Þá gerist það að hann lyftist upp. Við vitum það, ef við tóum bara nóg fast, þá lyftist kastin bara upp. Og þá fáum við hérna einhverja litla hröðun sem við kalla A. Litla gula píla, þessi tíðir hann að fá hröðun upp. Summa allra krafta ekki 0 lengur. Og þá summa allra krafta ekki lengur 0. Þá tek ég bara hreyfistefnuna fyrst, þar upp, þá tek ég tókraftin sem 100, tókrafturinn, og mínusa þetta. Þetta hina áttina, í gagnstæða átt, mínusa mg. Þá kemur þetta 100 mínus 98 er sem 2 Newton, og það skal vera m sinum a. Nú fer þetta hröðun. Og þetta eitthvað sem við þetta eitthvað sem við eftir að gera oft. Þetta það sem ég var að benda á áðan, ég eftir að vísa í þessa glæru, þessu ómerkilega glæru, þetta akkurat þetta. Nú summa allra krafta ekki 0, þá þetta m sinum a. Og a, einangra fyrir það, þá allt sem stendur hér, sem var þetta 100 mínus 98, og deginum með m-i, deginum með massanum, þá fáum við a. Það málið. Þá stendur þetta 2 fyrir ofanstykk og 10 fyrir neðan, og þá fáum við 0,20 metrar á sekundu öðruveldi. Þetta á hröðunin sem þessi gassi fær. Þetta það sem gerist. Hann hreyfist upp með hröðuninni 0,2 metrar á sekundu öðruveldi. Hér annað sýnidæmi. Hér kona með massan 65 kg. Hún fer með lyftu sem byrjar að hreyfast með hröðuninni 0,2 g. G er 9,8. Hröðunin bara 0,2 sinnum það. Núna stendur hún á bara baðvog, bara svona vog. Hvað sýnir voginn sem hann stendur á meðan hröðunin stendur yfir? Sjáu það hérna stefna hröðunarinnar, hún niður, hröðunin niður. Hvað sýnir voginn þegar lyftan hefur náð föstum hraða 2,0 metrar á sekúndu? Já, þetta er bílur. Já, hvað sýnir voginn? Þegar nú öll farið í lyftu og farið af stað, og annarkvort hefur ykkur fundist ykkur þyngjast, eða ykkur hefur fundið yfir að léttast. Þetta var beinlínis þetta mæla bara á þessari baðvog. Við stöndum á voginu í lyftunni. Myndi sýna alla kraftaverki, auk þessara hröðurna sem ég var að tala um, og sem við skilgreinum jákvætt sér niður. Við getum bara skilgreint hvað sem við viljum, raun og veru, en hérna ég vel niður sem jákvætt. Og þá fæst, samkvæmt öðru lögmáli Newtons, að summa allra krafta þá, við byrja á kraftunum sem jákvæður, það m sinni g, og það, við skal á móti þverkraftur á henni, konunni, mg mínus f þver, og það ekki saman sem 0, heldur það m sinum a. Og við vitum þetta a, það 0,2 g, og massin líka gefinn. Þannig við vitum eiginlega bara allt, nema þverkraftin. Við erum að finna hann. Þá finnum við hann að einangrum, og þá færi ég þverkraft hérna yfir og ma hingað yfir. Þá stendur f þver aftur m sinni g mínus m sinum a, þetta bara smá stærðfræði. Og það sem að a 0,2 sinni g, þá þátta ég og tek m sinni g út fyrir sviga. Þegar við bæði m sinni g sameiginlegt, tek það út fyrir sviga, þá fæ ég hérna 1, það þessi hér. Og mínusin kemur hér, og 0,2 vegna þessa 0,2 g sem að hérna stendur í þessu a. Og ég tek m sinni g út fyrir að vanta bara 0,2. Þá stendur hérna 0,8 sem m sinni g. Þverkrafturinn 0,8 sem m sinni g.
hvað segir þetta okkur? Það segir okkur raunverulega bara að þverkrafturinn, ef við stöndum á jörðinni bara kjur, þá erum við m-g þung, en hún er bara 0,8 m-g, þannig hún er bara léttast 20%. Þannig henni finnst hún vera bara 0,8 sinnum 65. Vogin sýnir þá 0,8 sinnum m, 0,8 sinnum 65 sem 52 kíló. Þannig að á þessu augnablik sem hann fær þessa hröðun í lyftinni, að þá finnst henni hún vera 52 kíló en ekki 65, hún léttist aðeins. Henni finnst hún vera léttast. Og já, þetta er svona, hún kýtlast svolítið í magan, hvort ég kannast vita, allavega getur svona kýtlaði magan ef maður fær svona, ef maður léttist aðeins, allavega. Hvað sýnir vogin þegar lyftan hefur náð föstum hraða 2,0 metrar á sekundu? Þetta er svona tricky question, það þarf eftir að reikna, það er bara að segja, ég veit svara á þessu. Og já, hvað sýnir vogin? Í fastan hraða er engin hröðun. Munið, þetta glæra sem ég er að vísa í áðan. Ef að hraðin er fastur, þá er hröðunin engin, þá er hún 0. Breytingin á hraðanum er þá 0, þannig að ekki breytast hraðin. Hröðunin er 0 og þar með er summa allra krafta 0. Lokakrafturinn, með öðrum orðum, er 0. Þá er þetta sama sem 0, ekki m-g. Það þýðir að það er engin hröðun. Og það þýðir að þverkrafturinn bara sýnir hennar eigin massa sinnum g, þannig að hún sýnir bara 65 kíló. Þetta fer bara yfir, þverkraftur er bara m-g og vogin sýnir rétta massa. Þetta kemur stundum fyrir. Það kemur stundum fyrir annað hvort í krossa, prófa heimadæmi, prófa bla 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 bla. Alltaf þetta trikki setning sem stendur einhvers staðar í dæminu. Bíll hreyfist með jöfnum hraða. Leið og við sáum jafnur hraði. Þá veit ég að hröðunin er 0 og þá veit ég að lokakrafturinn eða summa allra krafta er 0. Og það er mjög mikilvægur upplýsingar til að tengja það. Ég hef komin í næstum hálftíma en þetta var held ég svolítið nauðsynlegt og þessi finnast þetta bara lokið og ég ætla að bæta FL42 líka við tökum þessa 2 í þessari komandi viku. Þannig að ég bara, já, þetta eru dæmi sem þarf að skoða. Ég vona að þetta gangi vel hjá ykkur og sjáumst bara í skólanum. Takk fyrir.